Hvað séu þið? Nei, ekki bóðum. Góðan daginn. Heyrist ekkert í þessu? Það heyrist í mér. Kannski ekki fyrir útsendinguna. Halló, halló. Heyrum vel í þér. Heyrist, já. Já, þetta er stilt. Góðan daginn, nú heyrist í mér. Gott að sjá ykkur í dag og þið sem heima sitjið. Gaman að sjá ykkur. Við ætlum að vera saman við nokkur sem erum hér inni og þið sem eru heima. Við ætlum að syngja og lofa Guði saman. Amen. Vor Jesús til himins heim, hríf oss frá jörð, þá mun hinn fagnandi frelsingja her, færa lofgjörð. Sál mín sál mín við róleg una, Kristur frá himninum koma mun senn, já senn. Ó, hvílík náð að frelsi ég fann, fyrir hans blóð, frelsa sálir af sérhverri þjóð, já þjóð. Sál mín sál mín vill róleg una, Kristur frá himninum koma mun senn, já senn. Sigurinn vannst þegar sonur Guðs sló, saklausan leið, mig til að réttlæta reis upp frá deyð, já deyð. Frá
Mér langar að lesa fyrir ykkur í Sálmi 46. Guður oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum og fyrir því hræðust vér eigi þótt jörðin haggist og fjöllin bifist og steypist í skaut sjávanis. Og þetta áttu nú kannski svolítið við daginn þar sem að jarðskjálftinn kom hér yfir og reið og mér var nú ekki alveg sama. En það gott að við erum í hendi Drottins og Guð varðveitir okkur. En ég ætla að lesa líka annað í Jósúa 1:9 og það kannski líka áalveg við í dag og ég segi við þig, verð þú hughraustur og öruggur, lát eigi hugfallast, óttast eigi, því að Drottinn Guð þinn með þér í öllu sem þú tekur fyrir hendur. Mér langar að þetta verði orðið þitt veganesti fyrir vikuna og áframhaldandi að þú finnir þig örugga í hendi Drottins. Að allt sem við tökum okkur fyrir hendur, að Guð, hann með okkur í því. Og það svo mikil forréttindi að vera ekki einn að berjast í lífinu. Amen. Ég ætla að biðja fyrir samkominni og ef ykkur bænarefni eru. Annars, hvað sér þau? Já, amen. Já. Amen. Ég líka með þakkarefni. Ég bað ykkur daginn að biðja fyrir henni ömmu minni að hún kæmist nær okkur og svo sannarlega hefur Guð heyrt bænir. Hún komin á Selfoss. Þannig ég ofsalega þakklátt nú þar ég ekki að keyra svo langt til að geta fengið svona rafrænt knús eða eitthvað, kannski stel ég smá knúsi frá henni. Amen. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir daginn í dag. Ég þakka þér fyrir Jesús minn að þú ert hér Drottinn. Þú ert aðeins einni bæn í burtu Drottinn minn. Ég bið fyrir Guðnýju og stráknum hennar Drottinn. Ég bið að gefa þeim styrk hvern einasta dag Drottinn minn. Ég bið Jesús minn að þau megi aldrei sleppa sjónum af þér Drottinn, augum af þér Jesús. Að þú Drottinn minn leyfið þeim að finna Drottinn, að þú ert alltaf með þeim í öllu sem þau taka sér fyrir hendur. Að þú Drottinn minn ferð aldrei í burtu frá þeim Jesús minn. Blessaðu þau, verndaðu þau Drottinn og bara fylltu þau Drottinn af þínum krafti Jesús minn. Ég þakka þér Drottinn fyrir að þú blessaðir Silvaníu Drottinn. Ég biðja Jesús minn að þakka þér fyrir hjónin Drottinn að þú eignist heilbrigða dóttur Drottinn minn og ég biðja að blessa litla barnið Drottinn þegar vex Drottinn. Ég biðja Jesús minn að gefa þeim Drottinn bara styrk og kraft Drottinn að ala litla barnið upp í þínu orði Drottinn minn. Og ég biðja Jesús minn að blessa þau áframhaldandi Drottinn, að hún megi ná sér vel Drottinn minn, að hún megi vera alheil Drottinn og allt sem að angrana Drottinn megi þú umvefja Drottinn og laga Drottinn minn. Ég þakka þér Jesús að við megum biðja til þín og ég þakka þér Drottinn að þú svaraði bænum, amma komin nær okkur Drottinn og ég þakka þér Drottinn fyrir það að við biðjum Drottinn og þú svarar Drottinn minn. Takk Jesús að við erum hér í dag til að lofa þig og ég bið fyrir fólki sem setur heima Drottinn, ég bið að blessa hvert eitt og sér hvert þeirra Drottinn minn. Þú gefur þeim styrk og kraft Drottinn í komandi viku Drottinn minn, í vinnunni, skólanum og hvar sem við erum Drottinn minn. Megum við vera ljós fyrir þig, heilagi Faðir. Ég þakka þér Drottinn fyrir það, við mögum leggja okkar líf í þínar hendur, í Jesú nafni. Amen. Dagskráin bara eins og alltaf. Bænastund á þriðjudögum klukkan 5. Sunnudagur aftur svona eins og við höfum verið að hafa. Útsendingu og við megum ekki vera meira en 20 saman. Föstudögum klukkan 8. Og svo eru unglingarnir saman á netinu. Amen. En við hér inni og þið heima ætlum að lofa Guð saman. Amen. Svo við erum með biblíufræðslu á laugardögum klukkan 11. Jesús ég nefni
læknar sérhver sár og þeirra sorgar hár. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Jesús er ég nefni nafnið þitt. Amen. Við bara takk Jesús fyrir nafnið þitt. Nafnið öllum nöfnum æðra. Amen. Yndislegt að vera í húsi Guðs. Davíð sagði, ég var gladur, gladdist mjög, var sagt við mig, við skulum ganga í hús Drottins Guðs í dag. Nú ég er með svo mikið að dóti hérna í dag. Margir segja að það séu skrýtnir tímar, þú heyrir þetta voðalega oft. Og fyrir mig þetta ekki endilega skrýtnir tímar út af þessari plágu. Það svo margt annað sem gerir hlutina skrýtna í dag. Ég ætla að sýna ykkur hérna mynd. Og ég þorði ekki að því að eftir að nýju persónuverndarlögin komu, hljóðið komið á hjá mér. Bíddu nú við. 1, 2, 3, já. Það á. Eftir að nýju persónuverndarlögin komu, þá má maður ekki sýna mynd af neinum nema sjálfum sér. Þannig að þetta snýst ekki mig, en ég þorði ekki að taka neina aðra mynd. Og, já, til að brjóta engin lög. Ég held ég hafi verið svona 11, 12, 13 ára og ég greiddi mig sjálfur, mamma greiddi mér ekki þarna. Og mamma, hún setti þessa mynd inn í ramma og hún búin að vera þar sennilega í, já, hvað eigum við að segja, 57 ár, ef ég hef verið 13 ára. Og þetta er ég. Ok. Ég veit ekki hvort þetta kemur nokkuð því við sem ég ætla að tala en kannski. Þetta er myndin af mér og hún er þarna í ramma. En við skulum byrja að líta í orðskviði Salómons og það er ekki margir ritningastaðir í dag. En í orðskviðum Salómons segir fyrsta kaflanum, já, þeir eru eftir Salómonum í Biblíunni, orðskviði Salómons, fyrsti kafli, vers 20. Það segir spekinn kallar hátt á strætónum. Fyrir þá sem vita ekki hvað speki er í dag, það er nefnilega ný kynslóð og ég veit ekki hvort þið skilja að það er sama og viska og ég er ekki alveg viss að allir skilja hvað er viska, en þá ætlum ég bara að segja fyrir þá sem eru mjög ungir að þetta er svona gott common sense. Eru þið til í það? Spekinn kallar hátt á strætónum, lætur rödd sína gjalla á torgunum, hún hrópar á glömmiklum gatnamótum,
það er mikill háaði þar. Við borgarhliðin heldur hún tölur sínar. Hversu lengi ætli þér fávísir að elska fávísi og hinnir háðgjörnu að hafa yndi af háði og heimskingjar að hata þekkingu. Nýrri þýðingin segir að amast við þekkingu. Ekki bara hata, heldur að amast við. Það sem sagt ef að við segjum að fólk vil amast við því sem er common sense eða amast við því sem er viska. Nú, þetta er skrifað á þessum tíma. Svo er annað vers hérna í Sálmi 81:14. Og þetta var Salómon sem skrifaði þetta til sonar síns, Davíðs. Ó að líður minn vildi heyra mig, Ísrael ganga á mínum vegum, þá skildi ég skjótt lægja óvinni þeirra og snúa hendi minni gegn fjendum þeirra. Og þetta er hróp Guðs til Ísraels þjóðarinnar. Ef við lesum aðeins á undan þá er Guð að svona, hann segir við þá, í versi 10, engin annar Guð má vera meðal þín og engan útlendan Guð mátt þú tilbiðja. Ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi. Svo segir hann, en líður minn heyrði eigi raust mína, Ísrael var mér eigi auðsveipur, þá sleppti ég þeim í þrjósku hjartna þeirra og þeir fengu að ganga eftir sínum eigin geðþótta. Og það má eiginlega segja að þetta er ennþá staðan í dag með mannfólki að Guð hefur leyft okkur að ganga í eigin geðþótta. Af hverju er Guð svona afbrýðisamur út í aðra guði? Jú, af því að aðrir guðir kenna fólkinu annan lífsmáta og aðra áætlun heldur en Guð hafði fyrir sitt fólk. Guð vildi fá að vera Guð í þeirra lífi, hann var skaparinn þeirra, hönnuðurinn að lífi þeirra og þess vegna vildi hann fá að vera þeirra Guð og það hefur ekkert breyst. En þegar ég var að hugsa þar sem ég ætlaði að tala í dag, þá kom til mín þessi hugsun, af hverju svona erfitt bæði að trúa sannleikanum og líka bara skilja hvað er sannleikur. Af hverju skilur ekki fólk hvað er satt og hvað er lygi? Er sannleikurinn, Pílatus spurði Jesú hvað er sannleikur og ég sagði hérna daginn að unga kynslóðin spyr okkur kannski í dag, sannleikur, er það eitthvað nýtt app eða hvað er það? Þetta virðist vera á því svo framandi að vegna þess í raun og veru að við höfum snúið okkar að öðrum guðum. Ég var að horfa aðeins á það sem er framundan á dagskrá sjónvarpsins í vetur og þar er barnaefnið meðal annars jóga sem er ákveðin aðferðafræði til þess að tilbiðja annan guð sem heitir Síva og þessi Síva er bara einn af þessum guðum, hann var mjög blóðþyrstur guð. En þetta er hindúismi, þetta er annars konar tilbeiðsla annar guð. Þannig að þjóðfélagið okkar virðist lítið hafa breyst. Af hverju er svona erfitt að skilja sannleikan? Billy Graham, hann sagði einu sinni í Mogganum, og nú fær Billy Graham ekki að vera lengur í Mogganum, hann var alltaf pistill, hann sagði maðurinn getur endalaust breytt umhverfi sínu, en hann er gjörsamlega vanmáttugur, það getur þess að hann er vanmáttugur að breyta syndugu eðli sínu. Og það er alveg sama hvað tækninni fleygir fram, maðurinn situr alltaf eftir með sitt synduga eðli. Þannig að, já, það er alveg sama þó við getum byggt turn til himinsins eða hvað það er eða farið til tungsins, að þá höfum við ekki getað breytt okkar synduga eðli, það hefur ekki breyst frá dögum Salómons. Og Guð er ennþá að reyna að ná athygli mannanna og segir, ó að líður minn.
Og ef við lítum aðeins á skarkalan á strætónum í dag, þá heyrum við að Alþingi Íslendinga að tala lög þess efnis að menn ákvarði sjálfir kyn sitt. Ég veit það ekki, mig setur hljóðan, getur Alþingi sett einhver lög sem hjálpar okkur að ákveða hvort ég karl eða kona? Breytir það einhverju? Ég held ekki. En í dag þá virðist vera eins og holskefla. Við erum að tala holskefluna af pláunni COVID sem virðist snerta öll lönd og allan heim. En nú virðist vera vakning í því að fólk fæðist í röngum líkama. Við verðum að hugsa hvernig getur staðið á því. Og þetta eitthvað nýtt? Ég var að lesa, nú segja kannski sumir í ákiti, þú ert með þessa gamaldags bók og þú skilur ekki nútímann. Og þú ert bara vitni í einhvern Jesú sem var uppi fyrir 2000 árum. Ég leit líka á náunga sem var kallað Platón í gærkvöldi, eða Aristóteles. Hann var uppi 400 árum fyrir Krist, eða 400 og eitthvað árum fyrir Krist. Margir sem vilja vera vísir í dag, þeir vitna í hann. Og hann kemur inn á þetta, þessa hluti að það hafi verið til þriðja kynið, man ekki hvernig hann orðaði það, en þannig að 400 árum fyrir Krist, þá var þetta til, það sem við viljum kalla trans eða að fólk ekki ánægt með kyn sitt. Þannig að þetta ekki nýtt í mannkyns sögunni. En af hverju kemur þetta svona í bylgjum? Af hverju, nú myndu flestir vilja segja, já það af því að við erum orðin svo frjálslynd í dag að fólk þorir að tjá sig. Það það? Ég held ekki. Ég held að snúist ekki það. Ég held að þetta komi í bylgjum þegar að syndin flæðir yfir þjóðfélagið, þegar að við byrjum að tilbiðja aðra guði og sem sagt Guð fær ekki lengur að vera sá sem hann vill vera á meðal okkar, að þá eins og afleiðingar syndarinnar flæða yfir þjóðfélagið. Og þetta bara ein af þessum afleiðingum. Og ég sagði, þetta ekkert nýtt. Þetta var til mörg hundruð árum fyrir Krist. En núna á okkar tímum, þá byrjuðu menn að fást við þetta fyrir svona 40-50 árum. Og ég ætla að lesa hérna fyrir okkur nokkra punkta frá manni sem var prófessor í geðlækningum og hegðunarvísindum. Hann heitir Dr. Paul McHugh og hann starfaði við John Hopkins sjúkrahúsið og þar var hann yfir geðlæknir. Og hann hefur unnið að rannsóknum á svokölluðu transfólki í 40 ár. Hans niðurstaða eftir 40 ára rannsóknir sú: fólk skiptir ekki kyn, allt sem gerist að það verða til kvenlegi karlmenn, karlmannlega konur eða eftirlíkingar af því kyni sem þau vilja kenna sig við. Og Dr. McHugh sem var yfirlæknir á geðdeild John Hopkins í 26 ár og þessi spítali var frumkvöðull í því sem kallað kynleiðrétting eða kynbreyting. Hann segir að þessi hugmyndafræði að kyn okkar sé eins og vökvi og að við höfum val sé mjög skemmandi og mjög hættuleg, sérstaklega ungu fólki. Hann nefnir líka að 30 ára rannsóknir
Og þessi grein eftir hann sennilega svona 10 ára gömul eða eitthvað svona. Hann segir að 30 ára rannsóknir í Svíþjóð, þar sem að þessi lífsmáti fær mjög vinsamlegt umhverfi, þær rannsóknir sýna fram á stöðuga vanlíðan þessa hóps. 15 árum eftir skurðaðgerð sjálfsmorðstíðni 20 sinnum meiri en hjá öðrum. Ef þú talar við einhvern á Íslandi í dag, þá myndi hann segja við þig, ef þú talar svona eins og ég að tala núna, að þá eykur hættuna á því að þeir sem í þessum kringumstæðum, þeir vilji taka líf sitt. En hér eitthvað sem að geðlæknir, prófessor í hegðunarvísindum, hann byrjaði þessar aðgerðir fyrir 40 árum, hann sneri við og hætti þessum aðgerðum, reyndar spítalinn byrjaður á þessu aftur í dag, þannig að menn hafa mismunandi skoðanir á þessu, en hans áhyggjur var að ungt fólk með þessar hugsanir að það fengi ekki að heyra sannleikan, að fengi ekki að heyra báðar hliðar. Ég las inn á Facebook síðu eins hérna, þar stúlka sem heitir Charlie Evans, hún var 28 ára gömul og hún 28 ára gömul og hún frá Newcastle í Bretlandi og hún sneri tilbaka eftir að vera búin að lifa sem transmaður í 10 ár. Hún fæddist sem stúlka og hún segist hafa fengið svo mikil viðbrögð eftir því hún fréttaritari eða blaðamaður og hún segist hafa fengið svo mikil viðbrögð eftir að hún sem sagt kunngjörði að hún væri snúin tilbaka. Hún segir að hundruðir manna og bara 30 manns í hennar heimaborg höfðu samband og vildu fá hjálp. Annarkvort að biðja hann að tala meira gegn þessu eða að þeir þurftu hjálp til þess að vildu fá hjálp til þess að taka ákvörðun við að snúa aftur tilbaka sjálfir. Og hún segist hafa verið í sambandi við 19 og 20 ára sem hafi farið í gegnum aðgerð og sem óskuðu þess að þeir hefðu ekki gert það vegna þess að það sem kallað dysboria, á íslensku það kynröskun eða veit ekki hvaða orð við höfum, það þessi barátta sem á sér stað, að þessi hópur sagði að eftir að vera búin að fara í aðgerðina, þá áttu þeir í sömu innri baráttu. Nú veit ég að það eru örugglega einhver þarna úti og sennilega margir sem segja, já það á ekki við mig, ok, það bara fínt. Við erum ég ekki hér til að segja að, ég meina, að þú verðir að taka mína afstöðu, ef þér líður vel eins og þú ert að þá elskar Guð þig alveg jafn mikið, en það eiga allir rétt á samt að fá að heyra báðar hliðar á svo alvarlegu máli. Og við getum ekki bara vaðið áfram og sett lög og sagt að hver og einn geti ákveðið sitt kyn. Það bara fásinna. Ung kona segir, ég hugsaði að það alveg sama hvað ég breyti líkama mínum mikið, eða ég var komin á þar stað að ég vildi alltaf breyta meira og meira og þá hugsaði ég mér sjálfur mér að kannski væri einfaldara að breyta því hvernig ég hugsaði sjálfa mig heldur en að breyta líkama mínum. Hún komst að þeirri niðurstöðu að í staðinn fyrir kynbreytingu gæti átt sér stað hugarfarsbreyting. Og þetta er ekki mín
Þetta er ekki eitthvað sem ég fann upp, þetta er stúlka sem átti í baráttu og vildi fara í svona aðgerð. Hún komst að þeirri niðurstöðu að hugarfarsbreyting gæti verið auðveldari leið heldur en að breyta líkama sínum. Nú ég horfði, það var einhver sem sendi mig myndband og það var svona fjölskylda. Það voru 2 konur sem bjuggu saman, en reyndar var annar aðilinn var búinn að fara í breytingu, láta skera af sér brjóstin og var á karlhormónum og þau voru með, eða þær voru með litla stúlku og hún var alin upp við þetta að hún þyrfti að ákveða af hvaða kyni hún yrði. Og litla barnið var að, já, hún sagði kannski verði þetta og kannski verði þetta og da. En einu sinni í viku kom fjölskyldan saman og þá þurfti að sprauta þennan transmann sem var orðinn transmaður einu sinni í viku og þetta eru hans orð. Ég þarf að taka sprautuna, annars mun líkaminn náttúrulega taka tilbaka þessar breytingar sem ég hef lagt svo mikið á mig að viðhalda. Annars mun þetta eru hans orð. Líkaminn mun á náttúrulegan hátt taka tilbaka þær breytingar sem ég hef lagt svo mikið á mig að viðhalda. Þannig að við hljótum að sjá að þetta er á móti sjálfri náttúrunni og þeir sjá það sjálfir og þess vegna er það spurningin, hvað er það sem hjálpar þessum hópi? Hjálpar sannleikurinn? Eiga ekki allir rétt á að fá að heyra sannleikan í það minnsta. Það var sálfræðingur hér á Íslandi sem skrifaði þetta og hann fékk reyndar ekki hlýleg viðbrögð við sinni grein. En ég ætla aðeins að hann talar kynröskun stúlkna, hin nýja móðursýki og hann vitnar í bók sem amerísk blaðakona skrifar. Í bók sinni Óafturkræft tjón, dætur okkar eru dregnar á tálar í kynskipta brjálæði. Bendir norður-ameríski blaðamaðurinn Abigail Shrier meðal annars á að í Stóra Bretlandi hafi slíkum aðferðum fjölgað rúm 4.000% milli árana 2016 og 17. Og svo virðist sem þróunin sé svipuð í heimalandi hennar. Abigail kallar fyrirbærið tímabundna móðursýki. Og Abigail bendir einnig á að það eigi sér stað markviss innræting kynja hugmyndafræði í skólum. Því sé haldið að unglingum að kyn þeirra gæti verið rangt. Í stað þess að kenna börnunum eru þau endurgerð. Og það er þetta sem að mér finnst vera alvarlegt að látum vera þó að einhver finni sig í röngum líkama og hann vilji fara þessa leið, þá er það bara hans ákvörðun. En að við þurfum, ef einhver er svona, að við þurfum að fara í skólana og segja börnum frá kannski 7-8 ára aldri að það sé ekki víst að þau séu í réttum líkama og við þurfum að setja lög í landinu okkar sem segja okkur að við getum ákveðið okkar kyn, get ég þá ekki ákveðið minn aldur líka, get ég ekki verið bara 30, get ég fengið það í þjóðskrá að ég sé 30 og hvað með það? Ég var að hugsa, ef að einhver hefur þá honum líður illa með hægri hendina á sér og hann kemur með læknis og segir ég upplifi mig einhentan, ég upplifi mig það að Guð hafi skapað mig einhentan. Hvar eru mörkin, hvar drögum við línurnar? Á þá læknirinn bara að taka hendina af? Því miður, ég hef hort á fleiri vídeó, ég horfði á vídeó af 5 manns, allt saman
eldra fólk sem hafði farið í gegnum svona breytingu fyrir 30-40 árum og þau voru öll að hjálpa öðru fólki sem var að fást við þessi mál. Þau sáu öll eftir og öll nema ein höfðu snúið við. Þessi eini maður, hann var búinn að fara í gegnum aðgerð og það var of seint að snúa við. Það kostaði á mikið en hann sagði, ég bara helga líf mitt því að hjálpa öðru fólki sem að fást við þessa sem á í þessari baráttu. Og það það sem Guð vill gera, hann vill hjálpa okkur. Og mig langar að lesa hérna fyrir ykkur úr Sálmi 139 og mér langar líka myndin sem ég sýndi ykkur í rammanum að Jesús gaf okkur orð, ég ætla að lesa það kannski fyrst, að hann gaf okkur ramma utanum líf okkar þegar hvað varðar kyn, hann sagði hafið þér eigi lesið, eða viljið þið bara amast við þessari þekkingu, hatið þið bara þessa þekkingu. 19 vers 4, hafið þér eigi lesið að skaparinn gjörðu þau frá upphafi karl og konu. Hafið þér eigi lesið, segir Jesús Kristur, að hann skapaði 2 kyn. Í Sálmi 139, vers 14. Ef við lesum frá versi 13 fyrirgefið, því að þú hefur myndað nýru mín ofið mig í móðurlífi og ég lofa þig að ég undursamlega skapaður. Ég lofa þig fyrir að ég undursamlega skapaður. Þetta þekking sem að Guð vill koma til þessara kynslóðar, að þú ert undursamlega skapaður. Þú ert undursamlega skapaður. Ég lofa þig fyrir að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig ég var enn ómyndað. Efni ævidagar voru ákveðnir allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Vers 16 í Passion-biblíunni segir, ef ég þýtt yfir á íslensku, þú sást hvern þú skapaðir áður en ég varð ég. Þú sást hvern þú skapaðir áður en ég varð ég. Og það var einmitt það sem talaði til mín með þessa mynd hérna, að Guð var búinn að sjá mig áður en ég varð til. Og hann hafði ákveðna áætlun með líf mitt. Mamma setti þetta inn í ramma og ég alveg viss það að ef einhver hefði tekið þessa mynd úr rammanum meðan mamma var á lífi og hefði teiknað eða krotað einhverja aðra ímynd yfir, að þá hefði mamma orðið sár og mamma hefði orðið reið. Og það eins með Guð að ég held að það særi hjarta hans þegar einhver að, nú tala ég á góðri íslenskri ensku, að messa við hans sköpun. Einhver að fást við það sem hann hefur skapað, einhver vill eyðileggja hans sköpun. Og við vitum vel hver það Það segir að Jesús Kristus segir í Jóhannesarguðspjalli, ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð, þjófurinn kemur bara til að stela, slátra og eyða. Þannig að við vitum að það þjófurinn. En hér segir, augu þín sáu mig ég var enn ómynda efni, ævidagar voru ákveðnir allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Og arkitektinn, hann sér sköpunarverk sitt í huga sér áður en það verður til. Það teiknuð mynd fyrst, síðan verður húsið byggt. Og það eins með þennan arkitekt drottinn, að hann sá okkur meðan við vorum ómyndað efni. Hann sá mig eins og ég var áður en ég varð til.
svo teikningin, svo byrjar sköpunarferlið, beinun, nýrun í móðurlífi. Og það sem svo sorglegt líka, hér segja menn að það megi bara rjúfa ferlið. En Guð hrópar, óamitt fólk vildi hlusta og gera eins og ég áætlaði. Og ég var að hugsa, ef einhver kemur og skemmir húsið þitt, það ekki sakamál? Ef einhver brýtur og bramlar allt í því? Jú, það sakamál. Ef einhver kemur og skemmir húsið þitt, grunninn þinn, eða bara þú ert búin að reisa veggina, er það eitthvað minna sakamál? Nei, það alveg sama sakamálið. Þetta þín eign, það er ákveðið ferli í gangi, það byrjunarferli, þú ert búin að reisa veggina og það engin rétt til að skemma það eða rjúfa það ferli. Það búið að gera teikningu af fullbúnu húsi, sama hvar á ferlinu það rofið, það sakamál. Fyrir Guði það rangt. Þess vegna það svo rangt að við leyfum okkur það að rjúfa sköpunarferli Guðs, að við leyfum okkur það að deyða barn sem í þroskaferlinu, af því að Guð hafði áætlun, ævidagar voru skráðir og Guð sá myndina, hann var þegar búinn að setja myndina upp í ramma, hann vissi hvað hann ætlaði með þennan. Amen. Hann sá hann, eins og segir hérna, þú sást hvern þú skapaðir áður en ég var til. Þú sást hvernig ég skapaði áður en ég varð til. Og spurningin af hverju eru hlutirnir eins og þeir eru? Jú, Biblían hefur skýringu, en í dag þá amast menn við þeirri þekkingu. Ég minni á fundin sem var haldinn í Háskólabíói fyrir einhverjum 30-40 árum og það var verið að tala líf eftir þetta líf. Komust þið að niðurstöðu, spurði blaðamaðurinn? Nei. En hefur ekki Biblían svör við þessu, spurði blaðamaðurinn? Jú, en fólk vill ekki láta segja sér svarið. Biblían hafði svörin, en þeir voru með fund en þeir vildi ekki fá svar. Þeir ömuðust við þekkingu, þeir hötuðu þekkingu, vildi ekki kynna sannleikanum og það bara stað okkar í dag. En Biblían segir okkur að við lifum í tveimur heimum, sýnilegum og ósýnilegum. Biblían segir í Hebreabréfinu 11:3 að hið sýnilega varð ekki til að því sem séð varð. Og Biblían kennir okkur að í ósýnilega heiminum eru tignir, völd og það annar heimur sem við sjáum ekki. Þar eru andaveru vonskunar og Biblían kennir okkur að þessar andaveru vonskunar þær skjóta eldlegum skeytum að fólki og á fólk. Og færðu skot í fótinn? Nei, þú fær skot inn í hugaðinn. Hugurinn vígvöllurinn. Hugurinn vígvöllurinn. Ég talaði við unga konu daginn og hún sagði mér að hún ætti oft í baráttu með hugsanir sem hún vildi ekki hugsa. Og stundum kæmi þetta eins og flóðbylgja inn, hugsanir að taka líf sitt. Og hún sagði, ég vil ekki hugsa þessar hugsanir. Hún sagði, þegar þetta kemur, þá þarf ég hjálp, ég þarf að hafa einhvern nálægt mér, svo ég framkvæm ekki þetta sem vill ýta sér inn í huga minn. Og hvað segir læknisfræðin? Jú, eitthvað í sambandi við heilan og eflaust hægt að heilin fær ekki nóg súrefni, en af hverju getum við ekki hugsað þá bara einhverjar góðar hugsanir? Af hverju þurfa að vera sjálfsmarð hugsanir? Sjáðu til, við höfum heila, við getum fengið heilabilun, en við höfum líka það sem Biblían kallar andi, sál og líkami og sálarlífið okkar hefur hugan. Og þar koma inn alls konar hugsanir að því sem við sjáum og heyrum. Og þar koma líka inn hugsanir sem við viljum ekki hugsa. Og allar hugsanir sem við viljum ekki hugsa, þær koma
frá óvinni sálar okkar sem Biblían kallar djöfull og Satan. Og það þarf ekki að vera að fara í kringum það. Hugurinn vígvöllurinn, hefur alltaf verið vígvöllurinn. Og Guð segir að Ísrael vildi ganga á mínum vegum. Hvað er Guð að segja? Jú, að við hlustum og við viljum gera þetta eins og hann vill. Lifa lífinu samkvæmt því sem hönnuðurinn hannaði okkur til. Og hérna er þessi barátta vegna hins sýnilega og ósýnilega. Og vitið það, þetta stríð byrjaði í Eden, þegar að Eva heyrði raddir frá höggormi og hún byrjaði að horfa á hið sýnilega, hún heyrði í hinum ósýnilega og hún sá að það sem Guð hafði skapað var fagurt og það var gott á að líta, að þá hélt hún að þetta væri bara allt í lagi. Og við sem þekkjum söguna, við vitum að það var ekki allt í lagi. Og oft er það þannig að það sem virðist vera fagurt og spennandi, eins og með vínið, glaumsamur drykkur, spýtir síðan eitri eins og naðra. Það er svo spennandi til að byrja með, en síðan getur það rústað lífið þínu. Þannig að þetta stríð byrjaði í raun og veru í Eden og það stendur enn. Svo þessi mynd, svo ég kom aftur á myndinni, þú ert undursamleg sköpun og í fallegri umgjörð, af hverju viljum við rífa hana niður, taka hana úr rammanum? Jú, það er að því við heyrum raddir, það er einhver sem að hamrar stöðulega á okkur og segir þú ert ekki fæddur í réttum líkama, þú ert ekki fæddur í réttum líkama, þú ert ekki svona og þú átt að vera svona og svona, það er ráðist inn í hugarheim þinn þangað til að þú gefst upp. Og þetta stríð er raunverulegt og ég er ekki að gera lítið úr því, langt frá því, þegar fólk upplifir sig í röngum líkama. Ég er ekki að gera það á mína samúð, dýpstu samúð. En ég er bara að segja, hvað segir Guð? Hver er þekkingin sem Guð hefur gefið okkur? Og hverjar eru niðurstöður fólks sem er búið að fara í gegnum þetta, unga konan sem segir að það er betra að vinna sigurinn í huganum heldur en að breyta líkamanum. Hún hafði komist að þeirri niðurstöðu að það væri hægt að vinna þetta hugarstríð. Fyrir kristi fólk að þá höfum við vopn Guðs sem við getum barist með. Við getum brotið niður hugsmíðar. Guð hefur gefið okkur vopn, alvæpni til þess að bregðast við þessum eldlegu skeytum. Biblían kallar það skjöld trúarinnar. Þannig að þessi mynd, undursamlega sköpuð í fallegri umgjörð, af hverju viljum við rífa hana niður? Jú, við erum undir árás. Og af hverju viljum við taka hana úr rammanum og mála yfir hana aðra mynd? Myndin var gjöf meistarans til þín. Af hverju? Jú, andaveru vonskunnar hafa náð athygli þinni. Og það er þetta stríð sem við eigum í og þetta er þekking sem svo margir amast við sem ég er að koma með í dag. Það er svo margir sem hata þessa þekkingu, vil ekki heyra þessa þekkingu. Þeir segja bara, þetta er líkami minn var gerður svona og ég fæddist með vitlausan heila. Já, það er kenningin og Biblían talar kenningar illra anda. Í 1. Tímóteusarbréfi 4:1 þá er talað kenningar illra anda. Og þeir meiri segja okkur að það sé rangt að borða þessa fæðu og það sé rangt að giftast og þetta er rangt og þetta er rangt. Kenningar illra anda. En hér er Biblían að tala kenningu skaparans. Hvað viljum við? Hvort viljum við hlýða á? Ég er í vandamálum með bílinn minn núna. Það fór í honum millikassin og ég þarf að velja í hann réttan kassa. Og hvert sný ég mér? Ég sný mér til framleiðanda. Ég sný mér ekki til
það sem við köllum aftermarket framleiðanda vegna þess að einn er þegar búin að benda mér á vitlausan kassa. Ég komst að því þegar ég fór að skoða málið. Við snúum okkur alltaf til framleiðanda, en hvað er að okkur mönnunum þegar kemur að okkur sjálfum? Af hverju viljum við ekki snúa okkur til framleiðanda? Af hverju viljum við alltaf tala við einhverja aðra sem koma á eftir og að framleiða einhverjar eftirlíkingar? Ég vil tala við framleiðandan og leyfa honum að móta líf mitt, og það vil ég fyrir okkur öll, og ég vildi að hann fengi að stað inn á Alþingi Íslendinga svo að þessu bulli megi linna, sem ég kalla, og að börnin okkar fái að lifa, og myndirnar sem eru innramaðar í himninum, að þær fá að koma upp á vegg í þessum heimi, af því að Guð hefur þegar áætlun. Það er mín bæn. Og það eru svo margar raddir á þessum gatnamótum. Þetta eru glaummikil gatnamót, og þess vegna þarf rödd Guðs að fá að heyrast. Og við þurfum að, eins og Snorri hefur bent á, að þora að tala það sem Guð segir, þó við séum óvinsæl fyrir það. Þessi sálfræðingur hérna, sem skrifaði grein, hann gerði sjálfan sig að skotspæni af því að hann þorði að segja sannleikann. Hann þorði að segja sína skoðun. Og hann var skotspæni. En það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli að við tölum kærleikann af hreinu hjarta. Og ég vil bara segja það við þig sem ert að hlusta og ert ekki hér í þessum sal, að sama hvað þú hefur farið í gegnum í þínu lífi, að þá elskar Guð þig. Þó þú sést búin að fara í gegnum svona breytingaferli og þú hafi breytt þeirri mynd sem Guð skapaði í þig, Guð elskar þig ennþá. Og Guð þráir eiga samfélag við þig. Jafnvel þó það verði ekki aftur snúið, að þá elskar Guð þig. Hann vill eiga samfélag við hjartað þitt, andað þinn, vegna þess að Guð er kærleikur. Guð er kærleikur. Og hann einn getur umskapað syndugt eðli okkar. Við getum endalaust umskapað húsin okkar, umhverfið, bílana og tækninni fleygir áfram, en enn sittum við eftir með þetta synduga eðli, og aðeins einn getur breytt því, aðeins einn getur endurnýjað það, og það er krafturinn í nafni Jesú. Þegar við tökum á móti Jesú Kristi, að þá fáum við nýtt auðkenni. Hann verður okkar auðkenni, og ég í honum og hann í mér, að þá megna ég allt. Og þegar það er komið, að þá segir hann að hann umbreytir hugarfari okkar. Hann vill umbreyta hugarfarinu. Og þeir sem eigi þessari baráttu, að þeir komast inn í friðin. Jesús er meistari í því að gefa okkur frið. Hann gefur okkur sinn frið. Það eina sem við þurfum að gera, að það er að gera iðrun. Iðrun. Og vitið að iðrun er gott orð. Af því að iðrun þýðir það að ég hætti að amast við þekkingunni sem Guð hefur gefið mér. Ég hætti að amast við framleiðandanum. Ég sný mig nú til framleiðandans og segi, ég hafði á röngu að standa, þú hafðir á réttu að standa, og nú fæ ég rétta kassan í bílinn minn, og ég fæ réttar hugsanir inn í huga minn, og ég þarf ekki lengur að hugsa að taka líf mitt, af því að nú veit ég að ég er undursamlega skapaður, og þetta var áætlun þín fyrir mig, myndin sem að þú hafðir sem sagt í huga þér, að það er rétta myndin. Þannig að við gerum iðrun, og Jesús Kristur, hann teygir sig niður til okkar, lyftur okkur upp og setur fætur okkar á klett. Og það er ekkert yndislegra en það að eiga frið í huga sínum. Það er, vitið það, að það er miklu erfiðara að eiga í baráttu í huganum heldur en að finna verk í líkamann.
vegna þess að verkin í líkamanum hægt að deyfa. Ok, það hægt að slæfa líka huga fólks og það oft gert til þess að halda ákveðnum tilfinningum niður, en það ekki lækningin að slæfa hugan eða deyfa hann. Lækningin þegar sannleikurinn kemur inn í hjarta mitt og huga mitt og ég finn, já, nú á ég frið. Ég á frið við skaparann, ég á frið við sjálfa mig, ég sáttur, ég undursamlega skapaður, ég Guðs sköpun, hann minn og ég hans. Amen. Og við skulum biðja saman. Hún var kona. Já. Já. Ég ætla bara að biðja fyrir alla kirkjuna, biðja fyrir henni, vegna þess vegna alla leikskóla. Já, amen. Já. 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 Hún sittir ekki jóga í leikskóli og ég ætla að biðja fyrir hana. Þegar ég koma til hana, kannski breytist allt líka í leikskólanum. Amen. Já. Já, já, amen. Já, Drottin, við biðjum fyrir þessari konu, Margréti Pálu, þú elskar hana, Drottin minn, þar sem hún í Jesú nafni. Og ég bara biðjum blessun þína yfir hana, ég biðjum að kærleikur þinn megi snert hana, Faðir Guð, og Drottin, við biðjum fyrir öllum sem hafa átt í þessari baráttu sem ég var að tala Takk þér fyrir að þú vilt koma með friðinn þinn. Og Drottin, ef að fólk sátt þarna, að þá erum við ekki að dæma það, en Drottin, við viljum að allir fái að heyra þína þekkingu. Við þráum svo innilega, Drottin minna, að áætlun þín með líf eins og hvers fái framgang. Og Drottin, í Jesú nafni biðjum við þig. Ég biðji fyrir þjóðinni minni, ég biðji fyrir alþingi Íslendinga, ég biðji fyrir þingmönnum og ég biðji Drottin minn og Guð minn að þjóðin megi lifa í friði og sátt. Í Jesú heilaga blessaða góða nafni. Amen. Amen.